Benni, til hamingju með sigurinn. Þið voruð dálítið mikið að spila svæðisvörn í þessum leik. Er það eitthvað sem þið hafa verið að pröfa áður eitthvað svoleiðis? Nei, við vorum lítið. Við prófum þetta núna bara síðasta leik. Það er bara miðvikudagur á móti Hamri. Og ákvaðum bara aðeins að fylgja þessu eftir. Já, hvernig fannst þér að standa sig í því? Já, bara svona upp og ofan. Það voru góðir kaflar og slæmir kaflar. Eðlilega, við höfum ekkert æft þetta þannig. Við höfum bara svona aðeins að föndra við þjálfararnir. Ég skil þig. Herðu, númer 12 í ármannsliðinu, hún var bara nokkuð ágæt á móti Eygló. Eygló ætlaði að blokka nokkuð sinnum, en hún komst nokkuð sinnum fram hjá henni. Hefur ykkur ágjörði að Eygló geti ekki dekkað stelpur sem eru stóra, hávaxnar og fljótar? Nei, ég hef nú séð þessa stelpu áður. Ég sá held ég að vera í fyrra, þá kom hún í turneringu held ég á Akureyri og stóð bara nokkuð spræk sko. Þannig að ég held að ég tek ekkert frá Eygló. Auðvitað náttúrulega þessi stóru leikmenn eru kannski erfitt með að spila svona í andlitinu á fólki og þurfa svona aðeins að stíga frá og passa að missa ekki fram hjá sér, svona sérstaklega minni leikmenn, en þessi stelp bara spræk sko. Já, en bara þið eru ennþá ósigruð þá bara og í góðu stuði þá bara, eru þið spennt fyrir næsta leik? Já, ég veit reyndar ekki hvernig hann verður. Það er Þorrablót daginn sem að Fjölnisleikurinn átt að vera, 27. Þannig að þá ættir að finna dagsýningu á hann. Já, ég er spenntur fyrir þeim leik hvenær sem að verður. Það er náttúrulega bara toppslagur. Já, alveg sammála þér. Takk fyrir þetta.